Hvað er sæll að blessa þér? Sælunum. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Herru, það gaman að hafa þarna. Sérstaklega, ég hef heyrst svo mikið um þið en úr mínu gamla heimi. En ég hitti þið aldrei. Nei. Þannig að við erum að eiga okkar svona fyrsta alvöru samtalina. Já, þannig sé. Það er svona, já, við vita af hverju öðrum skilur en já, ekki... Lendum ekki partíðin. Þú ert svona, já, ég er svo gammal. Þú ert kynslöðuna eftir mér. Já. Það er svona, ég var orðinn svo einal eitthvað, ég hef búin að loka minni bara með mínum hópi þegar ég er í fullu gangi þarna þegar þú kemur upp í stífið. Einangraði frá samfélaginu. En það er gaman að hafa því hérna upp á það að gera að nú er ég búin að hafa einhverja gestíðina sem vilja endilega alltaf tala við mig fortíðina mína. Já. Og það er væntanlega sko, ég veit að almenningu þykir úslega gaman að heyra eitthvað svona gangstersögur eða eitthvað, en við nennum því ekki. Nei. Þeir hafa pottitt vilja tala um það, en ég var örugglega eftir að koma eitthvað inn á fortíðina mína við þig, að því að ég nenni ekki að opna mig ýmis mál nema að sé svona eitthvað sem getur skilið þig. Já, algjörlega. Og ég held að þú getur gert það, sko. Eins og hvernig maður verður formar og hvernig maður verður til og ástæðan fyrir ég vil tala um það er að, sko, ég vil ekki upplýsa almenning um það. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að fara því, en það gerist ekkert nema maður reyna. Og ef ég tala um mig og hvernig menn eins og ég verða til, þá kannski skilur almenningur það betur og gefur okkur betra færi á að bara vera til hérna hinum megin og gera aðeins meiri mistök heldur en fólki sem aldist upp réttum megin við línuna. Skilur þú hvað við með þetta? Það er nefnilega það erfiðasta sem var hjá mér. Ég algjörlega sníði blaðinu 2009 og ég hafði aldrei verið hérna hinum megin línuna. Ég vissi ekkert hvernig alþingi virkaði, ég vissi ekki hvernig bara hagfræðin eitt virkaði. Ég var ekkert í skóla, ég hætti mjög snemma í skóla og síðan kem ég hérna og fer að læra og byrja alltaf að labba á vegg aftur og aftur og aftur, fæ mig vinnu og allir þar bara þessi maður er snaður ruglaður. En sko, það sem var erfiðast að fara í gegnum var, ég var svo dæmdur rosalega, eins og ég var að vinna á fyrirtæki og ég var búin að vinna þar í meira en hálft ár og þá er ég beðinn sakavottorð og allir eru svo hissa þarna og hjá fyrirtækina því að enginn hafi verið beðinn sakavottorð, en þá greinilega er eitthvað búin að heyra eitthvað sögu, hefur sagt stjórn og það og þetta er ákveðið niðurlæging sko fyrir mig á þessum tíma, því að maður er alltaf dæmdur og síðan kom atvik þarna upp þar sem hann skrifaði mig og þá sá ég hvernig fólk talaði um hann. Það er voðalega lítið verið að gefa manni séns. Það er bara, herru, þessi var einu sinni aumingi, hann verður alltaf aumingi, eða veist hvað við, hann verður alltaf glæpamaður og vonandi er þetta að breyta þessu. Að sjálfsög er fólk þarna sem er siðblind, gjössalega siðblind og þrífst þannig í undirheimanum og það er ekkert að laga þannig fólk. Það er bara sálfræðingar segja sjálfur að þegar þeir sjá að maðurinn er siðblindur sem er í stólum þá oft beinar hann að fara eitthvað annað þeir eru bara nenni ekki að leggja vinnuna sinni í það er bara staðrind sko. Nei, ég fatt það framheila skadar, sækópatar Já, bara fæðast svona siðblindur og það er tvær tegundir af siðblindu fólki það er áunninn siðblinda sem kemur oftast úr slæmu uppeldi og eða bara, já, þú fæðast bara siðblindur og það er enda mjög sjaldgæft en maður kynntist alveg 2-3 hana og það eru merkilegi menn sko. Já. Svo kemur þetta með neyslu líka skilu og þú veist, ég fór í ráðgjafaskólann á tímabili og var að læra mikið um narsisma og sjálfhverfu og eitthvað og ég tikkaði í öll bóksinana og ég bara, þannig ég fór til kennarum og ég sé bara, heyrðu, gæti verið að ég sé narsist eða svona bara við það að þú sért að spá í það, segir mér að þú sért það ekki, en klárlega í neyslu þegar fólk er að hafa sér, þú veist, í þessu lífverðinu þá klárlega erum við að tikka í bóksa, vera mjög sjálfhverf og hafa okkur narsista legaskilu. Já, þetta... Sumir eru bara svona og taka ekki einu svona eftir og munu aldrei viðurkenna því séu það. Nei, það er alveg rétt sko og þetta er alveg rétt með neysluna. Man getur orðið helviti ruglaður í neyslunni og síðan er að fyndi svona þegar maður sér hópana og veist, það er þetta kannabishópurinn, neyslihópurinn, hann hefði þessi svona og síðan er spýthópurinn, hann hefði þessi svona síðan var það ecstasy-hópurinn, ég var nú svo ungur þannig þeir hefði þessi alltaf svona sko
En kókaínhópurinn, það er alveg sérstakt dýr, sko. Það skrýtnaði kókaíni að þú getur verið í spýtneyslinu og getur verið í kannabisneyslinu og allt það og síðan hætturu og kemur tilbaka. En það eitthvað svona þröskuldur í kókaíneyslinu sem fólk fer stundum yfir og verður gríðarlega persónubreytingar á því og það virðist ekki geta sumir komið tilbaka frá því. Þeir bara einhvern veginn, það bara búið að breyta þér permanently. Það mjög einkennilegt. Ég lendi í því samt sko, ég spáði í þessu, ég var mjög ungur og byrjaði í kannabisneyslinu ungur og síðan tók ég eitthvað rosalegast á sveppatripp síðan tekið. Þá var ég búinn að éta eitthvað 70 sveppi og sér kemur vinur minn með svona haug og að mullinu sveppum. En ég vissi ekki þá, ef þú tekur eitt svepp, mylur hann niður, það var ekki úr honum, ekki neitt. Og þetta var örugglega 250 sveppir eða eitthvað, og sem ég fekk þarna og ég bara át það á einu bretti, sko. Þannig að ég búinn að éta á örugglega svona 320 sveppi. Og þú getur ímyndað hvernig trippið var. Það var bara, ég datt í eitthvað svona hálfgert flogakast, sko. Og þeir fóru með mig upp á spítala, því ég var bara hættur að ráða eitthvað við líkamann minn. Og það delt upp á neðana og ég man bara á þessum tíma ég það gamall, ég veit ekki hvort þú aðeins í það sko, en það var á sínu tíma þá voru margir að gasa bara með gaskútuna og síðan, ég man nú ekki hvað hann heitir en það var svona áróðistilkynning í Ríkisútvarpinu, að kom alltaf eitthvað gaur svona í hjólastól ekki gasa því að þú Hallur hérna var í lagi einu sinni en síðan gerðist þetta fyrir hann og nú hann svona það sem eftir og þetta gerðist það því hann var að gasa og þegar ég var á spítala í spassakasti þá hugsaði ég bara að ég næsti þessi gaur ég verð bara í hjólustöð, ekki ég þetta sveppi þú verður eins og Ævar, ég hugsaði bara þetta restina af lífinu mín það bara, og það allir sem að fara á tripp þið vitið á að þetta var hræðilegasta tripp ever, en það skrýtna við þetta að cannabis, ég reykti það fyrir þetta það var ákveðin víma að því en ég veit var eitthvað ég kannski viku eða eitthvað og síðan fór maður og þetta var á þessu tíma þá var fata ennþá í gangi og fyrir það sem veit ekki hvað fata það var svona 2 litra flaska þú skerð botnin undan henni setur það í vatn, setur haus efst ofan á þetta sem setur í þann haus, grasið eða kassi eitthvað svona með og nú síðan kveikir og dregur síðan flöskunu upp og þá fer reykurinn í gegnum hausinn og síðan kýlur það ofan í fótuna. Neglir í 2 lítrum á reyk bara. Alveg, þykkur reyk. En já, ég gerði það og eftir þetta sveppatripp og víman var allt öðruvísi. Þá var bara víman einhvern veginn, það greinilega eitthvað gerst í hausnum á mér þannig að kannabisvíman var bara búin að taka uppi. Þetta var nýtt og maður var þetta svo ungur en þetta var fyrir 20 sko það eru 17 eða 18 eða eitthvað en þannig að maður er ekkert orðinn svona sjálfsmeðvitaður eins og maður í dag með aldrinum en væntanlega hefur þetta haft einhverja persónubreytingar líka sko mjög líklega ég lenti sjálfur í svona ég át svolítið yfir með sveppum þegar ég var ungur sko ég hef mikið étið þetta en þegar ég fann þetta þá brast eitthvað svona og ég man ennþá eftir þessu og þetta ennþá hérna ég finn öðru í sér lykt af öllu, ég finn meiri lykt, ég fann alltaf inn og fór ég að finna lykt af gróðrinum og svona moldar lykt og ég finn rosalega, ég algjör lyktaperri, sérstaklega eftir þetta. En það fór smallega eitthvað skilu og ég fór að finna öðru í sér og fór að finna meiri lykt bara af gróðri og svona, þú veist, ylvörnum öllu bara, þetta klárlega hefur, þú veist, getur eitthvað að fokka upp systeminu hjá manni. Til betra kannski, en ég ætla nú ekki að en já, þú veist, margir að tala þetta mikrodosing og allt þetta, sko, ég ekki alveg þar samt, sko. En hérna, ég hef alveg trú á þessu samt sem aður, sko, en þetta ekki alveg fyrir mig samt, sko. Ég opinn fyrir því, sko, það eru margir sálfræðingar og geðlæknar sem eru búin að rannsaka þetta mjög mikið og vilja mikrodósa, já, það sko, svo ef ykkur eru að hlusta þá mikrodósa sem við erum að tala þá það LSD eða eitthvað sveppir og þú ferð ekki vímu þegar gefin pínkulítill skammtur af þessu þannig að það fer í undirmeðvunduna og síðan þetta að tala við þig og breyta undirmeðvundunni á einhvern hátt eins og komast frá áföllum þá ef þú lent í ykkur eins og misnotkun í æsku og getur ekki tala það því að heilin bara leyfið ekki fara þangað þá þetta mikrodósa og fara með þig þangað og jafnvel
breyta því að það ekki lengur sár í hausnum að þér en síðan, já þannig að það hljómar jákvætt sko, en síðan fólkið sem fyrir þessar ferðir ayahuasca ferðinar ég ekki alveg að kaupa það, ég hef allavega ekki séð neitt koma tilbaka aftur til Íslands og bara, I'm okay ég þekki fólk sem hefur farið alveg í svona sko og þá, þú veist ef þú veist að gera þetta í þeim tilgangi að hýla sjálfa og komast yfir og annað skilur þá ég all for it sko ég veit að þetta getur hjálpað fólki og svona en svo þetta svo mikið Íslendingar svo öfgakenndir það tískubylgja í öllu bara og sumir bara, ég ekki búin að fá mér ayahuasca í 3 vikur eða eitthvað, ég þarf að fara að gera eitthvað í þér maður bara, það virkar ekki þannig nei, þetta sko, en klárlega getur þetta alveg hjálpað fólki ég ekki bara á þeim stað að ég sé að gera þetta ég hef mín tæki og tól öðru í sig til að þú veist, komast í gegnum svona og þerapistar og öndun og allt þetta skilur þú veist, en þangað til það hættir að virka, þá myndi ég kannski fara að skoða þetta, en þú veist, já, ég vil að þetta sé stúdera aðeins meira og þú veist, ég veit að fólk heldur að það læknist bara á því að fara bara í svona trippferðir, fattar mig, þetta virkar ekki þannig, sko. Alls ekki, sko. Þetta ef þú ert með eitthvað sár, þá þarf það að halda í lokuð, það viðhald. Þannig að, sko, ferðin sjálf, bara segjum að sleppa þessu ayahuasca og ferð bara með fólki út í skó og kyrjar með þeim í 12 klukkutíma og þið tala vandamálun ykkar og eitthvað og kemur síðan aftur til Ísland það ertu rosalega svona bara út af ferðinni sjálfur ekkert ayahuasca inni í sko en síðan sér maður að fólki kemur tilbaka þetta virkaði með þetta því að það var ayahuasca minnist ekkert á ferðina eða félagskapin eða neitt svoleiðis en síðan það bara þannig að ef við erum búin að lenda í áföllum og örugglega flestir sem fari í þessar ferðir svona öfgakenndaferðir hafa lent í öfgakendum áföllum það eitthvað sko þú verður að viðhalda það að því að annars geti að koma aftur það einhvern veginn þú verður að læra að lifa með því en þú losnar ekkert við þá ég held að það sé búið að ljúga að sér þeir sem fari í þessar ferðir sé búin að ljúga að sér þetta sé eitthvað svona galdralaust ég losna bara við þetta úr hausnum að mér en nei, ég ekki alveg þannig en nú myndist það eitt öndun, það eitthvað aðeins rættum þetta aðeins áðan og ég vildi pása það aðeins bara þannig til í podcastinu en ég mikið áhuga á þessu því að sko, nú öndun eitthvað sem bara búið að vera í menningu bara í þúsundir ára sko og við sjáum alveg merkjum það öndun og hugleiðsla og það eitthvað sem þú ert að stúdra svolítið þessa dagana Já, ég kynntist þess að öndun fyrir 9 árum síðan og fór til Svíþjóðar og fór var maður vinur minn sem látin og var að reka meðferðarstöð í Svíþjóð og hann fekk einhverja galdra vinkonu sína og ég svo opinn fyrir öllu skilur að prófa kíkjum á þetta skilur en svo var ég hugfangin að þessu en ég var bara ekki alveg á þeim stað þá að þú veist halda mig við þetta en svo ég búin að stunda þetta núna mikið í 4 ár núna og því að mér langaði svo að komast inn í hugleiðslu og ég gat ekki setja kjur í 2 mínútur það bara, þú veist, ég náði ekki þessu hugleiðslu ástandi, sko, og þannig að vinur minn, þú veist, setti mig við vorum að stríma hugleiðslu inn í fangelsinn og svona, skilu, þegar COVID-ið var og svona sátu við bara og verstaði í honum og voru sérst með skjápar með, þú veist, fangelsunum, Hólmsheiði og Litla-Hrauni og Kvíabryggju og þá, þú veist, sátu við bara og vorum að hugleiða með þeim, skilu, og vinur minn vissi hvað hann var að gera og setti mig bara inn í þetta, skilu, þannig að þú þarft eiginlega að vera, þú veist, svona fyrirmynd fyrir, skilu, eða fattar mig, þannig að það hjálpaði mér að komast inn í hugleiðsluna, en svo, þú veist, fórum við að nota öndun inn í þetta og ég, þú veist, öndun góð bara við að koma það niður, þú veist, stress fría þig, kvíði, annað bara og að nota, þú veist, öndun til að koma mér í hugleiðslu ástand er magnað, þú veist, verkfæri þegar ég kynntist í og ég mæli með því fyrir alla að prófa og þetta hjálpa mér rosalega, sko, og ég veit að þetta virkar, ég bara, þú veist, að ég er búin að vera á alls konar síðan ég var bara barn, þú veist, sálfræðingum, geðlæknum og alls konar, þú veist, lausnum og svona, lausnir í þessu, en fattar mig og
þetta virkar, ég veit það fyrir víst sko. Og þú veist, mér finnst það ætti, þú veist, og myndi vilja sjá þetta vera kennt alveg bara strax í leikskólum að kenna krökkum öndun og annað því að, þú veist, alveg frá því að þú veist, áföllum sem börn lenda í og þá tala ég bara alveg frá því að tínast í kringlunni upp í brútal heimilisofbeldi ef krakkar myndu, þú veist, kunna að sena sig niður og anda til þess að vita hvað næsta skref var verður og svona komast út úr panikki og þannig að þú veist þetta og já, ég myndi vilja sjá þetta þú veist og ég alltaf að læra meira og meira þetta sko, ég og þú veist og bara að fólk nýti sér allt það sem lætur að líða vel, fattar mig, og prófa sig áfram í þessu sko. Ég hjartalega samlega sko, ég veit að fór í gegnum þess að hulvislu sjálfur á sínum tíma og lærði hana og einmitt öndurinn grunnurinn að henni, en núna ef þú ættir að ráðleika einhverjum hvar þeir ætti að byrja, hvar myndið þið leita sér upplýsingar að þú ætlar, veist, segja mig sig ykkur að hlusta og hann á þessu og heyri bara, ok, ég með kvíða, ok, ég er búin að pröfa þessi og þessi lyf, ég er búin að pröfa sálfræðingin eins og hann var að tala jafnvel geðlæknirinn líka og það virkar ekki fyrir mig en hann segir að þetta virkar fyrir mig og núna vill hann byrja að pröfa öndunina, hvað myndir þú ráðleika honum? Sko það þetta að fara á neti og finna alls konar með þetta sko og þú veist, og eins og segi það eru líka tískubylgjur í öllu skilur en þú veist að inn á milli þannig þú veist, er alls konar, það er, þú veist, ég mixa rosa miklu saman en Wim Hof aðferðin er rosa powerful skilu og svo var ég og vinur minn líka að gera kennslu myndband sem er vorandi að hægt að komast í einhvern tímann eða þú veist að ég veit að það er komið núna í gang sko en ég ætla að sjá það sjálfur skilu en við stundum þetta mikið, við förum með þetta inn á alls konar stofnanir og þú veist fangilsinn og meðferðir og geðheilsutímið og annað skilu og bara allstar bara að reyna að koma boðskapnum áfram skilu að þú veist að fá fólk til að prófa þetta skilu og en það er hægt að fletta upp akkurat þú veist Wim Hof aðferðir finna þetta á netinu bara og svo er þetta að finna alls konar bara öndunin en Wim Hof hvernig stafar það? Wim Hof? Tvöfalt Vaff I-M og síðan H-O-F, þú veist, þetta eru 2 orð, Wim Hof, þetta er nafnið á þessum gaur, sko, ég og vinur minn fórum akkur til Póllands, vorum hjá honum í viku að þú veist, að anda á ísböð og allt þetta er svona extreme gaur, mökkuruglaður, sko, en hann er svona fyrir fólk sem að, þú veist, veit ekki hver þetta er þetta bara rugludatur, þannig séð, þeir sem þekkja hann, fyrir mér er þetta bara svona Mick Jagger sín svið, skilur, og og ógeðslega gaman að vera þann úti og læra og ég nefnilega sko að því að ég stunda kalda og svona skilur, ég hef verið að fara svolítið í það en mér finnst kuldi ekki þægilegur og svona, ég þarf alltaf einhvern svona extrímista skilur eins og þessi vinur minn sem dró með hann út skilur og ég, þú veist, og þarf að vera hjá svona gaurum, alveg eins og þú veist þar sem ég lærði hugleiðslu og annað, það er hjá sponsorum mínu sem er svona þú veist, mökkuruglaður á sínu sviði skilur en flottur tappi sko og ég þarf alltaf að hafa einhverja svona gauri til þess að maður svona, já, ég ætla að tjekka hvað þessi er að gera skilur og svona og að fara í ísböð er svolítið game changer að fara í þetta og ég mæli með að fólk prófi þetta sko en þetta er viðbjóður, kannski fyrstu 3 dagana að vera að fara út í og þú veist, svo átt að ná á þér hita skilur bara upp í fjöllum í frosti sko með einhverjum reyningum og síðan aftur onni og svona, þetta er alveg hart, sko. En eftir 3 daga, 3 skipti þá ertu farin, fyrir að hlakka til þetta er alveg bara svona, yes Já, sko, málið með ísböðin að þessi fólk gerir sér ekki grein fyrir bara er alltaf ákkur á ég að gera þetta en þetta er sko, þú ert að sjokka líkamann þannig að líkaminn, hann fer að halda að þú hefði lent í eins konar slísi og þá fer hann bara, ok, hvað er að? Og þá hendur hann út dópamíni og öllu sem þú lendir í slísi þá fer líkaminn að reyna að lækna þig og hann fer líka að reyna að deyfa þig svo gerir ekki, þannig að þú fær svona hálfgerða náttúrulega sæluvímu en síðan á sama tíma, þú ert með einhverja vefið eitthvað svoleiðis sem eru ónýti fyrir það, kannski ekki ónýtir en illa farnir og líkaminn er bara búin að gleyma þeim
þá getur sjokkfakturinn af ísbaðinu bara því að líkaminn fyrir að leita bara hvað að gerast og þá finnur hann ónýttu vefina. Það fyrir að ráðast á ónýttar frumur og annað. Já, bara, og lagar. Og það mjög áhugavert við hann að kalda, sko, að líkaminn bara, hann verður betri fyrir vikið. En það að þola þetta. Er þetta ekki 3 mínútur sem við að stila á? Við byrjuðum bara, að því ég á nokkra vini sem eru mikið að stunda þetta og sjósundin og þetta, sko. Og ég var ekki alveg komið þangað, en ég vildi skutla mér þarna útskilu og þá byrjuðu bara fyrsta daginn, ertu bara í 2 mínútur í ísbaði, sko, og ferð síðan og gerir þessar hreyfingar sem kallast horsedance, hrossadans, og þú ert að teygja á vöðum og maður vill fara að gera sér miklu hraðar, skilur, til þess að ná þessir hita, þetta virkar ekki þannig, og ert bara og í öndun, og og svo næsti dagur var 5 mínútur og síðan á 3. dagurinn þá fórstu í 2 mínútur upp úr náður á þér hita með þessu hreyfingum aftur onni í 2 mínútur upp úr nærð á þér hita og síðan aftur onni í 2 mínútur aftur upp og þú ert í frosti allan tíman, skilur, og þú veist og þetta var alveg, þú ert ennþá skítkaldur en þetta var geðveikt og við vorum látni labba upp á Sneska sem að því snjófrúin sem einhverjir 1630 metrar eitthvað á nærbuksunum basically og gönguskóm, skilur, og þetta var samt á svona, maður bjóst við að þetta yrði viðbjóður, sko, af því að þegar þú stoppar þá finnur þú og horfir á svitan frjósa, sko, en ef þú ert bara ekki að stoppa og svona, skilur, á svona, þú veist, erfiðis skallanum 1-10 þá var þetta svona solid 3, það var ekki meira það, skilur, ekki bara ef þú varst í tempói, skilur. Þetta hljómar samt alveg. Já, þetta var geðveikt, sko, alveg eins og þú talar sko, að sumt fólk að fara út í skó, skilur, og kyrja með fólki og hakki sér ayahuasca og svona, skilur, og koma heim, eins og þú segir, það var ferðin þarna var ég í rosalegri vímu, sko, bara út af ferðinni, þarna náði ég í þessari ferð, þú veist, að anda með fólki, sko, þetta alveg 350-400 manns, það svo mikið af líka, sko, fólki sem að vinna þarna, skilur, sem þarf að fylgjast með því, fólk getur dottið í krampa og annað og það að fylgjast með og annað, skilur, og svo ég bara með mínum hóp þarna og að anda, skilur, og ég sko á gólfi og við erum að anda í morgunmissjónu, skilur, og allt í hennu finn ég er búin að stunda öndun í mörg ár, sko, og ég finn allt í hennu, þú veist, að augun á mér að vakna og svona og ég svona ætlaði eitthvað, þú veist, eitthvað fara að berjast á móti eins og eitthvað svona við erum harðir og eitthvað þetta, skilur, og svo bara fokkið maður og ég bara leiði þess að koma og ég bara held áfram að anda bara og svona, sko, svo byrjar að leka tári niður hjá mér og og ég leiði þeim bara að koma, skilur, og og þú veist, ég hef ekki náð að gera þetta í mörg ár, sko, þetta var bara losun, skilur, og það var ekkert sadness í gangi eða neitt svoleiðis, ég fann bara fyrir rosa þakklæti bara fyrir að vera á lífi yfir höfuð, fyrir börnin mín, fjölskyldu og annað bara, og þú veist, fyrir að vera bara í núinu þarna og leyfa mér þetta var rosa öflugt, sko, það var ekkert dóp eða neitt sem hefur náð mér á þetta flug, sko, og þú veist, þannig að þú veist, þetta öflugt dót, sko. Þetta, já, og dásanlega sem þú segir, minnist á þakklæti og vera fyrir staði fyrir börnin og svona, það og hvað þú lokaðir sem ekki dópuðin á okkur þarna. Þetta svolítið það sem ég vil koma inn á. Við erum alveg búin að pröfa allt hinum með við línuna. Ég var bókstaflega búin að pröfa allt og ég var með ákveðna gulrót sem ég á eftir að tala um í síðari þáttum. Ég held að sé ekki alveg tímabært að fara þangað ennþá. En ég ætla að elda þessu gulrót og ég náði henni, sko. Það getur bara að vera svona nettur kóngur að vera gulrótin. Ég ætla ekki að segja hvað var innafalið í því. En þegar ég náði þeirra gulrót, þá var það svona bitter sweet symfóni einhvern veginn atriði að því að þá fyrst leið mér illa því ég var alltaf búin að telja mig tróum að ég næði þessum staði í lífinu, þá myndi mér byrja að líða vel. En maður var alltaf svona tómur á innan, hann var alltaf svona rössan að hinum með línuna, sem að alveg eitthvað brjálu svona röss og maður einhvern veginn var alveg geggjaður í smá tíma, en það þurfti að vera tómari fyrir viki síðan þegar það fór í burtu. En það sem þú varst að tala um hérna samuruglega ég upplifði, sko, 2009 og það var erfitt að komast hana. Ég þurfti bara að vera í ónefndum samtökum bara fyrsta árið, bara hverjum degi, bara
til að passa upp á mig nema ég ákvaði að gefa í 6 mánuði að því ég var komin á þann stað í lífinu að hann pröfaði þetta hérna eða ég er bara dáinn það var eiginlega engin millivegu lengur ég var orðin svo bara skuggi á sjálfum mér ekki einu sinni það þannig ég pröfaði 6 mánuði og séum bara wow, þetta er eitthvað nýtt ok, ég ætla að gefa þessu 6 mánuði viðbót eftir 12 mánuði og var ég búin að læra svo mikið þarna að þetta er svo mikið sjálfskoðun og ég hef aldrei gert það er aldrei litið inn á við og síðan, jú, þetta feila maður og þetta er ekkit svona gerist ekki þetta gerist yfir langt tímabil en í dag er ég komið með barn og þá er þessa tilfinning sem varst að segja það er ekkit engin vímöðunni sem að láta mig koma nálægt í að líða svona vel eins og í dag það er bara þessi kærleikur sem kemur þessi uppfylling og þetta er svona smooth sailing hefði ég vita þetta bara sem krakki eða úlingur þá hefði lífið mitt verið allt öðruvísi en ekki það að maður líka passa sig á því sko þegar maður fer í þetta að það er rosa margir sem fara að líta á fortíðina bara okkur er lífið þessu lífi og fara að lemja sér niður fyrir það er eitthvað sem maður alls ekki gera fortíðin er bara þarna fyrir ástæðu og maður þarf bara að finna farveg til að nýta hana rétt og ég heyr að þú ert að gera það þú ert að fara í fangelsin og þú ert að ná til fólk sem greinilega þarf á því að halda og það er það sem ég ætla að reyna að gera sjálfur með fortíðina mína þannig að þá finnum maður sín farveg og aðri sem eru að uppfyllta og eru að reyna að ná lífinu sinu á strik þá sé ég oft að þegar að minningarna byrja að koma þegar við erum búin að deyfa okkur svo mikið en þá koma allar þessar tilfinningar aftur og með þeim allar minningarnar og það er oftast það sem verður okkur rosalega falli við bara höndluðum það ekki sásökun er mættur að svæði sko en þá verður maður að líta bara á þetta er reynsla og þetta er þroski og ef þú nærði einhvern veginn að breyta hugsuninu þinni og koma þessi þroska eitthvað áfram eins og þú virðist það að gert þá er það bara gott þá ert þú býrðu við meiri visku heldur en allir aðrir, þetta er ekki samlega þessu? Jó, þetta er umlað, þú veist, ef maður næra að nota, þú veist drullupollin eins og ég kalla þetta skilur að, þú veist, má ekki sjá eftir og auðvitað er eftirsjá fattar mig, og þú veist, maður þarf að syrgja margt sem að miður fór og svona skilur en þú veist, líta á til lærdóm akkurat, þú veist, þú tala að þú veist, þú ert farin að meta hlutur og svona skilur, þú þurftir þetta til þess að geta lært að gera það skilur, þannig að það er ekkert leinskís, fullt af fólki nær aldrei að gera það skilur og það er kannski ekki einu í þessum heimi skilur en þetta er sko, þetta er alveg svo þegar ég fór í þú veist, í gernum sem spor og sjálfsvinn og allt þetta því að verða, þú veist, etru og svona þú veist, fjórðasporið svo að kalla skilur og svona, þú veist, það fannst mér viðbjóður því að, þú veist, ég vissi ég var kannski ekkert góðu gaur, en mér fannst ég samt svona likeable gaur, þá ég fór í þetta og ég bara svona, þú veist, en maður verður að passa að brjóta sig ekki akkurat, þú veist, niður fyrir akkurat þetta, því að maður getur nýtt þennan drulluból, skilur, til þess að hýla sjálfa sig, til þess að hjálpa öðrum og þú veist, akkurat bara til þess að, þú veist, læra kærleika og þú veist, þakklæti og allt þetta, skilur, eins og þú talar að vera búin að ná, þú veist, að því ég hef svo oft þurft að byrja á byrjunarreiti gennum æfina og þú veist, tapað öllu og allt þetta skilur og ég hef oft verið þar og ég hef oft líka komist akkurat í hinum megin þar sem að, þú veist náðu að gera eitthvað og þú veist, ég átt að eiga bara fyrir mér í einhver ár skilur en ég sólundaði svo einhverjum mánuðum skilur og svo, þú veist, er börst hvernig sem lítur á þetta, fangelsisvist og allt þetta skilur, hann að byrjunarreitur aftur og þú veist, ég hef svo oft átt allt og átt ekkert skilur, en mér hefur alltaf liðið bara eins einhvern veginn, fattar mig, það er ábyggilega minni geðveiki og vanlíðan þegar ég átti ekki neitt heldur en akkurat öfugt sem að, þú veist, maður svona og þú veist, og hélt að maður þyrfti þetta til þess að vera búin að meika og líða vel og svona, það bara var aldrei þannig skilur, þú veist já, maður svona maður læri svona, þú veist, sem betur að kunna meta bara það sem maður hefur. Það er einmitt það er alveg, sko, og þetta er fælega einfalt, það er í dag, þá, í gamla dag, þurft maður eiga milljónir, sko, í vasanum, það er bara þannig að maður annars var maður bara ómögulegur. Núna, þá, ef ég á mat út mánuðin og á íbúðina mína heldin alltaf og næja að vera góðu dóttur mína, það er einu sem ég þarf og þá er ég bara rosalega sáttur. Ég þarf ekki fancy bíl, ég þarf ekki að eiga endalista peningum, ég þarf bara að vita að ég á mat út mánuðin og get borða vel og ég get gert eitthvað smá með dóttur minni í hverju mánuði og borga reikningarna mína
og ég hef aldrei verið það ræður. Það er að átta sig á því bara að þú þarft ekki svona mikið og kærleikurinn kemur ekki frá veraldlegu hlutum. Sér alltaf þess að materialista, þeir eru allir í ykkur kapplöpi, þeir eru alltaf að hlaupa. Ertu búin að kaupa stærri hús? Ég þarf að kaupa stærri hús innan. Ertu komin svona bíl? Ég þarf að kaupa svona bíl þá. Þetta er einhvern veginn að metast. Þetta er svona, þú fer í ræktina og horfir á næsta gaur verið með lóðin og þá bara, ég þarf að taka þingri. Þú þarft bara að metast þig sjálfa. Þú þarft bara að horfa, ég er svona gaur í dag. Kannski nægja að vera betri gaur í næstu viku og þá líður mér bara betur. Það er meiri kærleikur. En það var eitt skemmtilegt sem þú sagðir að. Það var, sko, ég í gamla daga fyrir 2009 þá hugsaði ég alltaf bara að því að í þessum, eins og ég kallaði leikur og ef þú ert í þessum leik þá ertu búin að samþykkja ákveðna reglur og það er bara að þú fokkar upp þessar reglum þá fara að beita það ofbeldi og síðan eins og þegar það er allt í gangi og þú ert komin á svolítið háan stað þá byrja allir að reyna að ræna það er svo mikið af róttamanna það er allir að reyna að svíkja úr því þannig að þú verður að beita ofbeldi þú gerir það ekki, þá verður bara rendur og verður bara að setja svona bara, ég ætla ekki að reyna að ræna þennan gaur sko, ég sá hvað fór fyrir þessum og það er hluta reglunni, þannig að ég einhvern veginn var alltaf búin að réttleita það allt í kringu það sko, að ég væri ekkert slæmi gaur, ég er bara í leik sem með ákveðna reglur og ég er bara fínn gaur sko og ég er ekki tilbúin að segja ennþá nikki sem ég fekk hérna, en segi það setna sko, ég fekk alls konar nikk hérna, en það var síðan þegar ég var fara að skoða innra mig og þegar ég sá bara ég er alls ekkert góður gaur það var merkilegt sko það er óþægilegt það er mjög óþægilegt en síðan fer maður í þessa vinnu og það sem maður gerir síðan eftir á er ég er allavega mitt mótó er að það er ekki nóg yðrast þú verður líka að bæta fyrir og ég byrjaði að reyna að bæta fyrir og það var líka annað sem var mjög óþægilegt það var til dæmis ákveðin nýli sem ég sá hann koma það og síðan hann byrjaði bara að skjálfa bara alveg svona og ég bara hann er bara nýkomin inn í samtökin og þannig að passa upp á hennan og bjóða hann velkominn sko og síðan þegar þú fóst út þarna þegar allt var búið þá labbaði þetta hægri og þá labbaði hann tröppur út þar og þú gafst labbaði áfram og það var eldhúskrokku þar þessi gauð bara og beintin í eldhúskrokkin og ég á eftir honum með þér og bara herru velkomin hérna og hann þetta bara horfir á mig bara velkomin og hann bara manstu ekki eftir mér ég alveg nei komstu hundi mín og hann drukkaði mig og ég bara shit alveg já og það síðast að mér ég bara fyrirgefum það var alltaf þeirri tímar ég var annar maður og ég byrja bara að taka hendina á honum og bara róa niður og hann byrjaði að skjálfa því að hann sá mig hann nýkominn bara inn í samtökin og hann bara ég var bara elda með allir hinga og sá mig og þess vegna byrjaði hann að skjálfa greið en sko við erum fínir vinnar í dag við böðum í kaffibólla og allt það sko en það er kannski líka góð ástæða sko er hvernig við verðum til það er atriðin og sem ég veit almenningur á erfitt með að skilja en sko ég átti rosalegt uppeldi og það er bara vægast sagt og ég sko er að koma heim til mín þá er ég 16 ára og þá var þetta að setja því í fangisi þá þegar maður er 16 þegar ég er ungur og það er einskipti sem ég seti inn í einhver tíma ég hef oft búin að fara í sólarhringinn sko og ég átt vel 2 en þarna satt ég í mánuðinni og þarna kynnist einu gaur sem er af eðlilegri fjölskyldu og hann hefur aldrei séð okkar heim sko og jafnvel þeir sem hafa verið í svokullum okkar heimi þeir hafa ekki séð þetta umhverfis ég er í af því að það veit aldrei hver Lalli Jones er og almenningu veit það en öll þessi nöfn þetta er allt besti vinnur hans pappa er úr Höfðaborginni þannig að horfa á fullorðna menn vera að sprauta sig það var dóp á mínu heimili það var sérstaklega úlingsárunum það var bara eins og mjólk á venjulegu heimili þannig að maður kipti sér ekki upp það en 16 ára kem ég heim og þá var búið að sparka inn hurðinni og það er sko ef þú horfir beint inn hurðina þá hægjendastólar sem pappi situr inn í bara beint á móti síðan er sófi hérna við vegginn og síðan svona hotsófi hinum meginn og í hotsófunum situr maður sem er ber og ofan með umbúður hérna og er hálf fjólublári framann sko og síðan er blóð upp í loftinu, blóð á veggjunum, blóð á gólfinu og ég kemur inn bara pappi hvað gerist núna? Sko þessi maður hérna hann var að sofa hjá Beggu
og síðan kom kæristi Beggu og sparkaði hann hurðinni og hann stakk síðan þennan hver nema Begga, og pabbi átti svona risa saumaskæri og Begga tók skæri mín og stakk hann í klössu og ég veit að 16 ára gamall þetta sýnir bara hvað maður rugla ég byrjaði bara að skellilega því að það var aldrei kona stungin einn en að heimilinu mér var stað magna, bara gerir Begga hvað og það sem almenningur fattar ekki að þegar þú átt svona uppbyldi að þá áttu ofta ekkit annars kosta völ heldur en að fara bara í einhverja extreme geðveiki sem bara almenningur getur ekki skilið það er bara búið mótað inn í eitthvað og í mínu tilviki á að mér kennt bara að henda út ólöglegum efnum og hvernig ég ætti að gera, hvernig ég ætti að kötta þau og allt það og síðan kennt ofbeldi og ofbeldi kom reyndar að því að beittur mikið ofbeldi að fóstubamma mínum síðan og þarna enda með að ég tók hann og lamd hann alveg í klössu og þá fættist eitthvað nýtt ég hef aldrei verið að beita ofbeldi þarna bróður minn var alveg einn mesti nagli í Íslands hann Ingvar Soldier þannig að ég var alltaf búin að horfa á hann sko og ég var alltaf, hvað að honum eiginlega en það gerist bara persónubreytingar og þarna síðan fóð maður með alla þessa reiði sem hann búin að byggjast upp í manni bara af alls konar áfallum og vera að bjúsa þær og maður fer það bara með það út í heiminn og byrja bara að meiða fólk og síðan þetta pikkar eitthvað það upp bara eitthvað sem stór nafn hérna að flytja eitthvað inn ólulegt eða eitthvað svoleiðis þeir vilja allir vend og bara þessi gauður að ganga bestis gangi í bænum bara hei, hvað er það að tala með maður ég skal sjá til þess að þú eignast fullt af peningum og gerir mig greiða í staðinn hann virkar þetta oft þannig að áður og veist það varstu bara farin að rúlla í einhverjum heimi sem bara hvernig komst þið hingað og ákveðu síðan bara allt þetta í gangi hérna maður og það er mjög erfitt það sem alveg skilur ekki heldur bara ákveðu hættur þessu ekki að þegar að fólk fyrir að koma til þín og segja bara wow maður, ég vildi óska ég væri þú ert svo rosalöður og eitthvað og þú ert farin að heyra þetta hverjum degi þá hekomin og egoð og orðið svo rugglað að það er svo erfitt að stíga niður að þessum palli það er ekki hægt maður er orðin svona eitthvað vörumerki sko, og ég akkur lenti akkur í þessu ég hef talað þetta ég sko þegar var einn vinnur minn sem benti mér á þetta sem rak meðferðarheimili út í Svíða þá var ég í samræðum og ég fór að tala sko strákar eins og ég og svona strákar eins og við og allt þetta sko og þú veist og hann fór að benti mér á þetta að, þú veist og þá fór ég að skilja þetta betra að þú veist maður farin að þú veist verða dæmdur af samfélaginu og maður búin að samþyggja þennan stimpil af samfélaginu og fyrir að lifa eftir því og bara ég bara ofbeldismaður, ég þetta og allt fattar mig maður bara svona ég bara á þess að vera búin að þú veist, spurja sjálfan sig bara, þú veist, hver þetta bara maður bara búin að stimpla þetta á sig og svona og þá bara svo erfitt að komast akkurat út úr þessu og maður kannski búin að fjárfesta þú veist, ævin í akkurat þetta og maður ætlaði sér að ekkert skilur maður bara búin að hrærast í þessu og verða, þú veist, eins og segja eitthvað vörumerki bara á og og þú veist, og eins og segir og þú veist, hér komin orðið mikill maður fann að skipta máli þarna og þú veist og maður gerir þetta vel og bla 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 og svona, þú veist, eins og ég farið inn á þetta að þú veist, að ofbeldi var mér rosa auðvelt, sko, þú veist, að vera beittur í beita aðra því og þú veist, ég gæti gert þetta listrænlega, sko, og en svo þegar ég fór akkur í þessa sjálfsvinni, sko, þá fór ég að komast aðeins með sjálf á mig, ég hafði óbeita ofbeldi, ég bara var ekki hrifinn af ofbeldi og það var svolítið tómarum, maður svona, þú veist, ef ég ekki ofbeldi, hvað ég þá? Þú veist, þetta er svo alltaf sko, en þú veist, þá fór ég akkur þú veist, að fatta bara að ég, þú veist, rosa kærleiksríkur bara og vill heiminu vel og allt þetta og það var rosa, þú veist, þægilegt að komast að þeirri niðurstöðu og veist, og í gamla daga var mér og þú veist, fannst mér, þú veist, ég það var svona mitt front, ég var alveg grjótharður gangster og þú veist, og og þú veist, fannst þetta bara grjóthart að vera svo leiðskilur. Í dag finnst mér grjóthart akkurat að vera svolítið tilfinningaríku bánsi bara og tala um tilfinningar, sko. Ég er svo sammálaður það, sko. Og það er svo gaman að sjá, sko, að þessi hörðustu naglar sem fara að vinna í sér, þeir verða mestu bánsinir. En þetta þetta bara hugrekki. Við Íslendingar viljum alltaf halda að við séum mjög framalega á öllu sviðum en þegar það kemur á tilfinningum þá erum við mjög aftarlega, sko. Við erum svo lokunni okkur og við erum svo hrættum að einhver dæma okkur og verða hallaræslega þannig að við
verðum svona hálf innhverf einhvern veginn bara og erum svo mikið að pæla í þessu hvað öðrum finnst, en það auðvitað bara vandamælega því að við erum svo lítil þjóð en sko þannig að rækta þetta bara að segja mér þykir vænt við, það litið af það sem hallarisleita af mörgum ég veit að það nefnilega, þú veist þegar sko ég einhvern veginn sko ég langt frá því að orðin heiðalegur heilagur segi ég og mætti klippa þetta en ég langt frá því að vera orðin heilagur og mér verður á þú veist, ef ég verð pist þá þú veist verð ég grípi ofbeldi ósjálfrátt í hausnum á mér sko áður ég fyrir að beiti ég næja en á langt í land með að þú veist ná sjálfur mér með það skilu en þú veist ég þú veist heiðalegur í fyrsta skipti á ævinni öll þessi 4 ár skilu þetta eins út hana en allavega þá þú veist þegar ég fór akkurat að skoða þetta þegar ég sko get lagt þú veist þegar maður finnur máttin í því að vera vulnerable skilur og geta lagt andliti á mig niður hvar sem bara þetta ég og þú veist ég hef ekkert að fela og ekkert að sanna og þú veist fólk getur alltaf bent já en þú gerði þetta og þetta já ég veit það þú veist það ekkert sem ég get gert í því það eitt af því sem akkurat ég er búin að leggja á borðið skilur ekkert sem ég get gert í því til að þú veist breyta því annað en að gera ekki aftur og vinna sjálfum mér og hjálpa öðrum að gera það ekki aftur og alltaf og eins og þú kemur inn á þjóðin við erum svo föst inn á hvað öðrum finnst og allt þetta sem svo fucked up skilur að því að við erum sko margir bara í fjölskyldum og annað skilur þú veist þá við erum svo miklar áhyggjur af hvað náungarna finnst okkur og við erum að halda í okkur skilur eitthvað svona þú veist eitthvað fólk sem við þekkjum ekki og þú veist ættum að vera skítsama skilur fyrir utan kannski börn og annað mér eiginlega skítsama hvað fólk finnst mér ef það ekki bara börni mín börn annars þannig að maður getur verið sem í svona þú veist fyrirmynd og allt það skilur en svo þú veist erum við að sýna okkar versta andlit heima hjá okkur við fólkið sem við elskar okkur mest og við þau skilu og þar sem við ættum akkurat að spá í hvað fólki finnst okkur fattar mig, þetta svo brenglaði þú veist, sjó eftir þessu fyrirlestur sem vinur mig var með og fór að spá í sig bara þetta svo þú veist, þetta svo satt sko við þurfum akkurat að fara að spá minna í það hvað alþjóð eða þú veist, almenningur hefur þú veist okkur að segja annað skilu og heldur okkar eigi fólk bara skilu að því þú veist að tala áðan líka með þú veist að maður hélt maður væri búin að meika þegar þetta væri komið og allt þetta skilu og þú veist það var aldrei þannig og þú veist maður var vanrækja fjölskyldu svona börni sín og þú veist vini og annað skilu og sjálfan sig alveg rosalega að því að sko þegar við klokkum út hérðan og svona það, þú veist við erum ekki að fara að taka neitt veraldlegt með okkur í gröfina skilur og eina sem við munum eiga eftir hvort þú veist hvernig sé það skeður hvort að við sjáum dauðan fyrir eða hann kemur svona þú veist eina sem við raunverulega eigum eru minningar og þú veist minningar okkar minningar fólks okkur okkar fólk fattar mig þannig að þú veist ég mæli með að hafa þessa minningar góðar skilur algjörlega, af því að sko ég alveg samanlega hérna og það sem einu sem við höfum bara hvað finnst þér sjálfa það eiginlega einu sem skiptir máli því að þú horfir í speilin hvað ert að sjá þarna sko þú veist ég hataði mig svo mikið á tímabili ég með risa ör hérna að því ég kom bara og neldi í speilin ég hafa bara útsilu viðbrið, ég sá mig í speglum og síðan kærasta mig fram með bara hvað gerist og ég datt þú veist og fórum með minni á spítala sko en þetta annað líka það sem við þurfum að hætta að gera það eru svona algjör rottur að núti sem bara, þú veist ég sá það það var einn af þessum leikurum þá fóru eitthvað 10 ár aftur í tíman á hvort það verið Facebookið hans eða eitthvað svoleiðis og fundi eitthvað eitt sem hann sagði því þú veist, þetta fólk auðvitað snarugla fólk verður að hætta að hlusta á þetta lið sem það að gerast, það allar átt að segja okay, þetta eitthvað aðeins liði, láta það vera en sko það svo leiðinlegt að, þetta dæma mann eitthvað frá fortíðinni en það sem aðalega á að dæma mann bara hvað manneskinn að gera í dag og hversu lengi búin að gera það ég meina, ég skil alveg, veist, maður búin að vera eins og eða væri árið 2009 og ég væri bara
nýskriðin hérna inn í samtökinu og eitthvað, þetta með dæmi með þá bara, því að þá fortíðin ennþá bara í gangi. En núna ef fólk ætlar að fara að líta, veist, lengst tilbaka og dæma mig út fyrir því, veist, eitthvað sem ég gerði bara fyrir 2 áratugum næstu eða eitthvað svoleiðis, ég finnst það fáránlegt, það var frekar að líta bara í dag, ég bara elska dóttur mína, elin upp, ég reyna að búa bara, veist, ást og frið hvert sem ég kem, ég veit að það er mjög hætlarslegt, það einhverju bara ást og frið, það þessi gaur geðu ykkur, þau bara geta það ekki, af því að það er svo lítið í þeirra hjarta, þau eru freka með svona lærða hegðun sko, og maður sér oft með svona lið, maður kemur og tekur utan það og maður finnur bara svona, það er eiginlega, get ekki tekið almennilega utan mann á móti sko, og ég finn til með svona fólki í dag, þetta er bara svo miklu betra líf, og síðan fór ég að ferðast Evrópu og þá eiginlega þar sem ég sjá bara hvað við Íslendingarnir erum rosalega kaldir og eigum rosalega erfitt með að segja sérstaklega sko, ég elska því, það er bara, við segjum það alltaf, ég vona alltaf að fólk segja við börnin sín sko, en ég skil það samt alveg, ég var bara mjög heppinn af því að ég var að reyna að læra á allar þessar tilfinningar, maður er bara búin að vera reiður og það er vörnum hans og maður kann alveg hress sko, en maður er alltaf reiður inn í sér þótt maður er að segja brandara í kringu fólk og svona, og þegar maður er reiður, þá er þetta svo rosalega tilfinningar, það er ekki pláss fyrir neina aðra tilfinningar, það er bara og reiður ég elur að sér hatur og öfundsvíki og allt þetta, en maður baktalandi fólk alveg eins og eitthvað helviti spjáni sko. En síðan ákvað ég að henda reiðinu tilbaka annað til hliðar og reiðin var þetta bara rosalega vörn mín, gríma mín bara sælmaður, hvað segir þau, veist, einhvern veginn þannig oft og nema maður er réttu vinahópi og þegar maður er búin að henda öllu því til hliðar þá er bara erfitt að ná að læra á hinnar tilfinningarnar, en sem betur fyrir eignaðist í dóttir sem stóð 2 ára fyrir frammi og hún byrjaði mjög snemma að tala og öskraði bara á mig faðmaðu mig pabbi ég bara ok og sem bara faðmaðu mig fastar og það er alltaf rosalega knús sko, og það einhvern veginn það bara kom eitthvað með því hún er eins klísukend og þetta þá er alltaf sagt bara ég held að hún hafi kennt mig miklu meira en ég er búin að kenna henni sko. Það er samt þannig og þú veist að því að þetta er svo pjúr börn eru svo þú veist og þau segja nákvæmlega þessu hlutinu eru bara skilja eins og þeim finnst það og annarkvæmt segja það, spyrja það maður er alveg stundu bara hvernig ég útskýra þetta en þú veist þetta bræðir mann alveg sko en þú veist þetta er umlað fallegt að fylgjast með þessu sko og eins og þú segir þetta er sko, ég stundum hljóma eins og sko vesti hippa gimpi sko en þú veist alveg eins og þú veist John Lennon sagði all you need is love skilur já, John Lennon var reyndar algjör skítall sko þegar fólk eru buffandi stráki sem alveg í klassu sko hann fór fram með mér allavega en það er þetta þú veist að því ég var alltaf inn á svona þú veist þetta tough love-in og allt þetta skilur og hérna og þú veist maðurinn sem kendi mér mest núna skilur hann er bara þú veist hann er búin að vera að fara í fangelsinn í einhver 20 ár sko og þú veist og búin að reyna að ná til og svo eina sem hann beitti var bara kærleiki og hellingur á honum fattar mig og hérna það braut mig einhvern veginn alveg niður og þú veist þá að því maður svona þú veist að ég er bara alinn upp við tough love-in skilur og búin að vera alls þar svona þvælast í kerfinu og allt þetta skilur og held að þetta væri málið skilur en hérna það kom mér ekkert áleiði skilur þetta er eitthvað eins og þú segir þetta vantaði uppbyldum mitt líka sko ég var á 3 félagsvöldabæðum og síðan einhverju úlíka heimilin líka sko þannig að það var ekkert mikið svona bara ekki neitt þannig að maður kunniði ekkert á það þetta var ekkert í uppbyldunum og síðan er það ruglaði við þetta er að maður leitur oft í umhverju sem maður elst upp í það er bara einhvern veginn heilinaður er forritaður frá 0 til 10 alveg mjög forritaður síðan er að minna forritaður úlingsárunum en frá 0 til 10 það umhverju sem við varst í þá það er einhvern veginn bara hei ég er komin heim þannig að vera í chaos það er svona þrýsmaður svolítið í þessum heima því að þetta er eitt stórt chaos sem þetta er svona skipulag chaos þannig að maður passa miklu meira þar síðan þegar ég fór að hanga með venjulegu fólki ég upplifði mig alltaf og gera það pínu ennþá í dag sem er átkast ég skilði vel þar skilur ég einhvern veginn þú veist, í öllu þessu rugli og chaosi og svona skilur eins og talar skilur þar kann maður slakað á bara í miðjum stríðum og bara rosa geðveiki einhvern veginn þar varst á heimavelli einhvern veginn og svona skilur en svo og mér fannst alltaf allir vera svona af því að ég hef verið svo miðja þú veist, í öllum hópum sem ég hef verið hef ég alltaf verið bara og allir vinir mínir verið svona
mökkuruglaður alls þar það sem ég kem sko og einhvern veginn sogast ég inn í það bara eins og kakalaki skilur í þetta og þannig að mér fannst allir vera svona þetta væri bara eðlilegt, allir snarvopnaðir og allir keksuruglaðir sko og eitthvað svona þangað til að rann að mér ég fór akkurat að teygja hausinn svona upp úr hjörðinni og bara svona tók eftir að það var venjulegt fólkan úti og tildulega mikið af því meira svo ég alltaf að rekast að meira og meira skilur og maður bara svona þannig að þú veist já ég fattaði með þetta ég svona þú veist að því að þú veist það öðruvísi húmor í okkur það öðruvísi þetta forrit sem ég svo að reyna að vera dannaður hérna áður fyrir var engin filter á mér Nei. og þú veist að ég særði einhverja þú veist blíðunarkendur eitthvað þá var það bara stór plús og þú veist það var bara til þess að leikurinn gerður núna reynir maður að taka þátt í svona venjulegum samræðum eða fattar mig og hérna og svona jú ég stundum ekkert að finna með hann inni skilur en þú veist það gaman að tilheyra alls konar skilur og hérna sem betur vera á ég svolítið stóran hópa af akkurat svona gömlum gangsterum og hérna litli bróðum minni sem mikið fyrirmynd í mínu lífi í dag búin að edru svolítið lengur en ég sko þannig að ég næ alltaf að vera ég eða fattar mig ég þarf ekki að fela skilur stundum detti í þennan gýr einhvern veginn það ég þarf að passa mig hvernig ég haga mér og eitthvað svona skilur og þú veist og eftir smá tíma þá bara snýst eitthvað upp á mig einhvern veginn finnst ég ekki passa hana finnst ég vera bara astnalegur skilur því ég reyna að vera eitthvað vennileg ég þarf að vera svona aðeins og ég verð aldrei eðlilegur fattar mig en þú veist að meðan fólk tekur mér bara eins og ég skilur þá ég góður sko ég skil alveg gátt en það kemur alltaf þessi prakkar upp í manni og það bara maður reður ekki við það er bara Davíð hérna lendi í mér daginn þá kom ég í búðin hans og þá komum við svona svartu brandari þarna hann var að vinna og við þurfum að tala við hann sé ekki með kunni og ég sé alveg að kunnin að bíða sko. Þetta ekkert fyndin fyrir menn eins og okkur þetta svo svart og ég eitthvað að tala og hún heyrir ekki, hún stendur svolítið frá og það svona 45 ára kannski kona 40-45 ára með kerruna og ég talaði Davíð sín, herru ok, ég heyri kvöld síðan labbaði, þá segi ég svona herru, ég myndi að leita á öðrum starfsmanni þetta þessi maður hérna er dæmdur kynferðisafbrotamæður og eitthvað, hún eitthvað og síðan þetta degi yfir hlátur því mér þykir þetta svo ógeðslega að fyndið en síðan fattaði eftir og þetta baði hann afsökunar eftir á því að þetta er svo mikið fáturskapur en þetta samt svo fyndið eitthvað og maður gæti gert þetta og svo labba bara út og fara út í bíl og kert í burtu og fannst það var rosa sniður en þú veist já, maður gæti búin að valda þvílíku tjóni alveg maður ég kannast vel við þetta ég þarf að passa þetta hjá mér skilur að hérna, þetta er mest vandamálið minn ég ofta að bíta mér í tunginu að því að ég sko og séðan var eitt og mjög gaman að segja þetta að því að sko já, eftir 2009 ég var rosalega heppinn það eru tvíburabræður hérna í Kópavogi sem eru mjög frægir og þeir tóku mig svolítið að sér hérna og hjálpuðu mig svolítið að koma tilbaka alveg gríðarlega það er nú bara Június bræður Kitt og Gulli það er sem með hljómsveitina Vínil bara sjáta á til þeirra bara hjálpuðu mér bara meira heldur en samtökin sko, það var magnað en ég fer í partí til þeirra og húmórin auðvitað allt öðruvísi þarna í okkar partíum og síðan sagði ég eitthvað brandara þar sem hefði steinlegið sko það var bara þögn það var bara hótt á mig bara gapandi og ég bara þetta nú hefur nú oft þótt fyndið áður og það bara já, ertu viss með það Ævar? Já, en þá áttaði maður því að ég er komin einhvers staðar annar staðar það sem húmorinn okkar virkar ekki og mentality allt öðru og ég þurfti að fá það svona harkalega bara hvað að þessum fá þetta og það tímabil maður þarf að aðlast og maður þarf að læra svolítið að lifa upp á nýtt því ég hafði eiginlega bara ekkert verið hérna eðlilega ég bara, mér finnst gaman að þú sagðir á hann líka sko, ég man ekki hvað var sko, ég var hérna í Kópó sem stoppaði mjög stutt í Kópó skóla ég held ég að vera rekin bara úr húnum á nokkrum mánuðum eða eitthvað og fyrir Einholt skóla mætti nú ekkert í hann en þarna fæ aðeins að hanga í kringum einhverja stráka sem voru svolítið létt geggjaðir hérna en mesta liðinu sem ég var að hanga líka með var af unglingaheimilunum og það fólk var á unglingaheimilinu líka því það áttu svolítið svona heimili eins og ég þannig ég held að öll heimili væri svona og brotin heimili og ég held bara að allir væri svona klikkaðir eitthvað í heiminum ég held að Brady Bunch svona fjölskyldur væri bara eitthvað sem var í sjónvarpinu og
það var rosa viðbrigði þegar ég fattaði bara, nei, við erum bara í miklu minnihluta og heimili eru alveg eðlileg, en það var samt eitt hérna, ég held þurft að læra þetta orð, sko, eftir 2009, meinfýsni. Það var ekki mikið í mínum heimi. Það var, ef þú varst meinfýsin persóna, það varst bara lamin. Þannig að við kölluðum alltaf rottunar hópa sér saman og rottunar voru bara í sínu partíi. Þessi sem voru að svíkja og pretta og kannski var meinfýsni þeim. En þegar ég kem hérna með og þá var ég að spyrja bara, hvaða hegðun þetta og akkur þessi hegðun samþykkt? Og það hefur reynd annarkvort Kitti og Gulli sem segja þetta meinfýsni, hvað fjandanum meinfýsni? Og þá útskriði það og þá alveg, já, herri, við kallum það rottuhegðun og þú veist bara lamin í partíinu þannig, sko. Þannig að það var eitt svona sem ég á ennþá rosalega erfitt með í dag þegar fólk með svona meinfýsni eitthvað, mér langar svo bara að slá það bara, þú veist, þetta ekkert annað en ofbeldi bara með orðum. Það bara verið að gera lítið úr þeir fyrir fram á fólk og ég á ennþá mér finnst ég ennþá bara ég á skilið að slá þetta það kemur upp í mann, það annað svona sem ég en ég gera það ekki, sko. Nei, þú, þetta ég nefnilega, sko, ég get mætt fólki svona allstað hvernig sem það yfirleitt og allt þetta, skilu, en þú veist, og fyrirgjöf hvað sem og svona, skilu, eða svona ekkert hvað sem en þú veist, nema þegar fólk fáviti og það bara, þú veist, vísvitandi fáviti, eða fattur mig, þú veist, fættur fáviti, bara og svona, það hægt að reyna að vinna með því, skilur, en ef þú veist, vísvitandi fáviti, þá, þú veist, finnst mér í góðu lagi að slá það. Það líka, sko, það sem, þetta nefnilega fyndir, það þú veist, nú alveg pottið, ef ykkur að horfa að þetta, gæti verið ykkur bara þetta og ofbeldismenn, helvítis, sko, fyrsta lagi það sem gerðist í undirheimunum að handrökkar fengur rosalega lengi að vera í friði frá lögreglunni, var eiginlega ekkert verið að djöflast í þeim, af því að þeir hélduðlega svona lög og reglu í undirheimunum og síðan fer lögreglan að einbeita sér að handrökkurum og bara taka þá, af því að það voru alveg sumir handrökkur sem voru farnir að ganga of langt og þegar það gerðist þá fer undirheimanir fara bara í svolítið rugl, það kemur miklu meira kei og svona og síðan núna veit ég að þessi aðlar hérna, þetta eru ofbeldismenn, lögreglan, það eru ofbeldismenn en einhvern veginn almenningur virðist ekki geta tekið við því konsepti því ég talaði það, ég bara býtum við, þú veist að segja ég hafi verið ofbeldismæður þarna, af því að það eru lög og regla þarna inni með línuna og við þurfum að fylgja henni og þeir eitthvað að reyna að ræna 10 milljónum þá það bara að fara að ná í hann og lemja hann, það bara, hann samþykti þessar reglur, en ég meina hvað gerist ef þú ert hérna með línuna og þú reynir að ræna 10 milljóna, það koma menn heim til þín, brjóta niður hurðina þína, þeir taka eða þú byrst reytist á móti að lemja þeir með kylfum sama á vikunum og segja faraði með þeim, nema kannski við heldum þeir ekki vikum við bara sleftum aðurinn og rettar þessi þannig að þetta eiginlega sama ofbeldi, þannig að það mjög skrítið, en jújú, það þetta einn og einn sem nútið sem kom slæmi orðið á handrökkara sem gekk of langt, sko. En þetta eiginlega lög og regla og almenningur virðist ekki geta sett þetta í sama samingi, það þarf alltaf að vera lög og regla eitthvað staðar, en að menn sem ég og þú voru nöðslegir á sínu tíma, það bara, en auðvitað þetta líka annað sem ég finnst fyndið að almenningur heldur alltaf að tala undirheimana, þetta hræðilegt orð, það enginn í svoköllum undirheimanum sem lítur á að þetta séu undirheimar, það bara þú veist, við getum kallað alþingi undirheima þá af því að þeir eru allir rænandi og svíkjandi en þeir leinaði fyrir okkur, þannig að er það ekki undirheima líka? En sko það er svona sitt hvað sankassinn þú veist hvernig lítur á það? Það var annað líka annað sem þegar ég kemur yfir það oft meiri bara heiðarleiki í svokallum undirheimanum heldur en hérna megin, það bara að komur á óvart spillingin sem hér og það sem fólk sætti sig við hérna með línuna, það var rosalega, ég fór að skoða bara innviðina á samfélaginu, hvernig hagfræðin, hvernig peningadæmið og allt, hvernig það rúlar allt saman, sko, og hvernig alþingi stjórnar öllu og hann setur reglugerðir á alla og síðan öll spilling í bak við það og hvernig almenningur veit að því og sætti sig við það getur ekkert, þú veist, það er náttúrulega bara þakkar niður ef þú ætlar að gera eitthvað mót, eitthvað svona skilu, en þú veist, já,
annars þyrfti bara að standa upp og beita ofbeldi en þú veist, það er náttúrulega ekki þú veist, hægt líka en ég fatt að með þetta er alveg, þetta er viðbjóður að þú veist, að fylgjast með mörgu af þessu sko, en svo segir þú veist, og veit almenningur af þessu, það er bara, en þú veist hann er bara látin kyngja þessu einhvern veginn, þú veist Já, það er sko með ofbeldi með ofbeldi, já ofbeldi bara, þú veist, fattar mig þetta er náttúrulega bara kúgun Þetta er ekkert annað en kúgun og það er nefnilega málið að ofbeldi hefur alltaf verið í okkur og við höfum aldrei lifað á svona góðu tímum eins og núna ofbeldi hefur aldrei verið jafn lítið eins og það er núna alveg sama hver segir eitthvað annað og reynir að halda eitthvað öðru fram það er bara staðreynd en við þurfum eiginlega virkilega því miður til að geta staðið á móti ríkisstjórninni þá þurfum við að saminast þurfum að standa upp og við þurfum að beita ofbeldi það er ekkert þú veist, maður sá það í búslóðabildingunni það voru allir þarna fyrir framann og þetta var alveg 20.000 manns þarna í bæ og það er til vídeo af þessu, ég man ekki hvað hann hét þarna sem kemur út í gluggan og byrja bara að hlæja það var verið að hlæja að okkur hvernig ætlar að mótmæla á móti svona fólki og þetta er mentality þau eru allt öðru leveli heldur en restin þetta eru bara eins og í undirheiminu það var svona elíta í undirheiminu sem stjórnaði öllu þeir voru bara kongarnir og þeir fóru ekkert í hinn partíina því að það var fyrir neðan þeirra hellur og þetta er sömu reglur hérna megin þetta er bara elítan sem á allt hérna bankana og allan ánskotan þeir eru bara með sín enga partí og ég meina í hruninu voru að fá þarna Jamiroquai og 50 Cent bara til að djamma fyrir sig skilur eða svo mikið af penningum og þeim er alveg samum okkur við erum bara einhvern veginn svona kindur og veist bara eins og Það er engin látin svara fyrir, engin látin segja af sér, þetta er, virðist allt. Jú, það var einhver dómur þannig á Kvíabryggju eða eitthvað skilur sem var bara hlægilegt, sko. En þú veist, þetta er pirrandi. Það er bara frontmennin í þessu, það þurfti einhver að taka fallið og þannig að með það mál, sko, og bara, herru, við erum að taka hérna bankamenn og við setjum það hér og þeir fengu bara eitthvað einbýlishús á Kvíabryggju og þeir hafa fengið gríðarlega borgað og síðan, sko, við séum að hérna Árni Jónsson heitinn, hann var bara með hestana sína bara og það, ég held að það hafi aldrei verið leiðir hestar á Kvíabryggju en sem kemur hann inn, hann bara, ég vil að tjela með hestana mínu í þessu fangilsi þannig að þetta er djók en og síðan lygin, sko það er, maður sá hérna með búslóðabildinguna og sá maður í fréttir erlendis já þeir fangilsuðu alla bankamennina á Íslandi við þurfum að gera það sama bara nei, það var ekki þannig að það maður tók einhverja 3 hérna og hendiði mig fangilsi svo getur logið almenningi og logið útbyrðis en þessi hverjar eru bara frontmenn það er ekkert annað það eru heilar hann bakvið þetta sem bara þú tekur fallið í borgaði bara einhverja billjarð eða eitthvað þess að upphæðir eru svo gríðalegar almenningu getur ekki átt að segja á því við verðist oft vera þetta en það er að merkilega og veist að líka annað ég byrja að tala um almenningum spilling og allt þetta það er við verðist ekki geta náði sko ég og þú erum búin að vera á stað við erum búin að sjá mannlegt eðli bæði gott og hvað getur orðið rosalega vont og hvað mannlegt eðli getur verið sama annað fólk þannig að við gerum okkur kannski meira grein fyrir hvað manneskjan getur verið mikluð að innan heldur en fólks sem hefur bara lifað góðu lífi allt sitt líf og veist, þannig að þegar maður byrjar að segja við fólk, já, ég meina það er mútur og þetta er, og það er verið að svindla eins og, ok, ég er í ríkisstjórn og ég er með verkefnið hérna, Kristján, og voru að taka þátt í þessu, ég hérna ræði því verkefnið og þetta er 45 milljóna króna verkefnið en þú gerir 120 milljónum krónur kröfu og veist eða kröfu á borga þetta og reknar það einhvern veginn þannig út sem borgar mér 40 milljónir og þú hýrði 20 sjálfur aukalega fram með þér eða eitthvað reikningurinn er vegi á fyrir ég man ekki hvað upp að ég segði þannig en nú skilum við þetta er ekki flóknar en þetta er bara almenningu verið ekki átt að segja á því en líka kerfið er búið til af þessu snillingum sem til að svindla á okkur og eina kerfið sem gæti virkað í stjórnsýslu væri að hafa gegnsagt kerfið þar sem við sitjum og getum séð hvað er í gangi veist, bara fara eitthvað stóra netið séð eitthvað síðu eitthvað en þá segir nei, það getur skadað hérna þurfum að halda þessu leyndu ákkur gef mig góða ástæð, ég hef ekki ennþá séð eitthvað ástæði ákkur við þurfum að halda þessu leyndu ég átta mig ekki á því sko en hvernig líst þér á þetta? Er eitthvað meira sem við vilt tala um? Nei, ég held því sem maður er góður bara. Nei, ekki. Það er hellingur sem maður svona, þú veist, fattar síðan þegar maður er búinn bara, já, ég vilja koma inn á þetta, en það gera það bara næst.
Já, þú kemur átt tíminn með þér. Þetta búið að vera gott spjallina og ég sé að vera að koma þreyta á þig, sko. Ég drekk ekki kaffi, en ég fæ mig kaffi bara fyrir þetta. Og það virkar, ég fæ mér núna kaffi. Davíð, er eitthvað sem þú vilt bæta inn í þetta? Nei, það er bara ekkert vettskipti. Herru, þá held ég að við séum bara góðið. Þakka þér kærlega fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig, maður. Já, bara þangað til næst. Yes. Bless.